En fólk fífl. Það skal iðulega vera þannig að hversu geggjað og æðislegt lífið og samfélagið þá alltaf einhverjum svona leiðindahaugar sem þurfa að tróða sér inn og fá að vera með, þó allir viti að veri miklu betra að hafa þau bara einhvers staðar annar staðar. Og mér langar að tala einn hóp sem svona búin að ryðja sig til rúms í samfélagi vor upp á síðkastið, vegan fólk. Og bara til þess að hafa það á hreinu, ég hef ekkert á móti því að vera vegan eða veganism eða neitt svoleiðis. En það sem ég hef á móti eru svona háværir hálfvitar sem vita ekkert hvað að tala og sverta þannig annars bara góðan og gildan málstað. Það var sérst fyrir síðustu jól. Þá las ég frétt nýja vegan jólasveina og stúlkur sem var á leiðinni til byggða og ætti að frelsa okkur frá kjötinu. Og sko, venjulega þegar ég sé einhverja svona fréttir, þá bara svona hlæja aðeins að þessu og held bara áfram með mitt líf. En þetta fór alveg í taugarnar á mér. Þetta voru stuðbolta með nöfn á við hænukvísla, þara smjatta, smjörlíkir og hummusgerður. Og sorry, en hummusgerður hljómar meira svona eins og einhver sjötu kettling sem fenginn til þess að hræða vandræðúlinga. Þú veist, fenginn í einhverja svona félagsmiðstöð og svona lufsast upp í einhverja pontu, eitthvað svona. Já, góða kvöldið. Hummusgerður heiti ég. Og þið viljið ekki enda eins og ég. Og það vegna þess að okkar dama, hún tók þetta á atvinnumennskunni í den tíð, sko. Ófáar 3 daga helgarnar sem var bæði farið í fyrir og eftirpartí. Og smakkað allan andskotann, þið vitið. Og svona að því það var ekki komið heilsufæði á við hlöllabáta þegar hún var upp á sitt besta, þá fór hún alltaf heim og gætti sér á dýrindis hummus sem hún hafði mallað daginum áður og fékk þannig nafnið hummusgerður. Hét örugglega Þorgerður eða Valgerður fyrir, ég veit ekkert það.